Áður en við kveðjum orkumálina, þá var ég að spyrja það að lokum varandi einmitt sko orkupakka Evrópusambandsins, þessa ólíku orkupakka sem við erum að innleiða hvern og eftir öðrum, sem hafa verið mjög umdeildir. Jákvætt eða neikvætt fyrir Ísland að gangast undir þessa orkupakka? Þetta fjölbreyttir orkupakkar og margt í þeim, til dæmis ef við horfum á nýtnihlið og nýsköpun sem hefur verið áhugavert og jákvætt og að nýtast í löggjöf, varðandi byggingar, reglugerðir og annað og svo framvegis. Og ýmist tækifæri sem að geta skapast í þekkingu og þróun og svo framvegis. En ég held að sé mjög mikilvægt að við nýtum það svigrúm sem að innleiðing Evrópulöggjafar hefur alltaf til þess að horfa á hverjir eru hagsmunir í íslenskt samfélag. Og sumuleyti hafi þetta verið þetta er auðvitað stór laga rammi fyrir land sem er tiltölulega lítið og var komið langt í sinni orkuskipta vegferð. Þannig að það þarf alltaf að horfa fast á það hvort við erum að innleiða löggjöfina í takt við íslenska hagsmuni. Og myndið þú sem forseti Íslands svona að reyna að hafa augun á þessu og til dæmis það talaði fyrirbæri sem kallast gullhúðun, sko, ef það kemur regluverk frá Evrópusambandinu og íslenski þingmenn ganga bara enn lengra einhvern veginn, kannski gegn íslenskum hagsmunum, að skerða, þú veist, okkar hagsmuni beinlinis. Myndir þú geta hugsað þér að beita þér sem forseti Íslands ef að þú sæir Alþingi vera einhvern veginn á rangri leið, hvað þetta varðar? Auðvitað þingræði á Íslandi og við erum með stjórnmál sem að eiga að sinna þessum þáttum og ráðuneyti og sérfræðinga sem eiga að vera að horfa á það að við séum að nýta það svigrúm og séum að meta hlutina í takt við íslenska hagsmuni. Þannig að embætti forseta Íslands á ekki að vera að grípa inn í tíma og ótíma. Þessar valdheimildir sem eru til staðar eða eru í afar sérstakar aðstæður. Það sem að þörf á því að nýta þær og vonandi ganga málin það vel heilt yfir að forseti Íslands þarf ekki að vera að beita slíkum valdheimildum. En það sem að hins vegar skiptir máli í samhengi við embætti að forseti Íslands hefur auðvitað rödd til að vekja til umhugsunar og fá okkur til að hugsa auðlindamál heilt yfir, að fá okkur kannski til að færa þennan málaflokk okkur nær, að okkur þyki vænna þessa sögu sem að hefur leitt okkur á þann stað sem við erum í dag og hugsa dýpra það hvernig við viljum að samfélagið okkar líti út eftir nokkra áratugi eða áratugi fram í tíman. Og mér finnst oft ágætt í því samhengi að því að ég á 2 stelpur, önnur sem er að vera 12 og hinn sem er að vera 5, að mig langar til að þær eigi landið okkar alveg eins og ég hef átt og það verði þannig að auðlindirnir okkar, saman hvort að það eru náttúruauðlindir eða aðrar auðlindir, sé að skapa verðmæti og tækifæri og það skipta ekki máli hvort þú ert stelpa ára Árbænum sem áttir venjulega æsku eða eitthvað annað. Ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur, fyrir framtíðar.